Ég heilsa ykkur í Jesú nafni. C.S. Lewis skrifaði einu sinni: ef kristin trú er fölsk, er hún ómerkileg. En ef hún er sönn, þá er hún óendanlega mikilvæg. Það eina sem hún getur ekki verið er nokkuð mikilvæg. Hún verður að vera annarkvort óendanlega mikilvæg eða hún er einskis virði. Svo hvort er það? Svarið byggist ekki síst á sögulegum staðreyndum og röð atburða sem áttu sér stað fyrir 2000 árum í Jerúsalem. Maður sem sagðist vera Guð og reið inn í Jerúsalem á asna. Hann var hirtur sem konungur á þeim sem þráðu frelsara. Hann læknaði sjúka, hann kenndi fjöldanum, hann auðmýtti sjálfan sig, þvoði fætur fylgjenda sinna. Hann sýndi að ritningarnar og helgisiðirnir höfðu alltaf bent fram til komu hans. Hann var svikinn af vinum sínum, dæmdur til dauða með fölskum ákærum. Hann var barinn, hæddur og krýndur þyrnikórunu. Hann var leiddur að rómverskum krossi, þar sem hann þjáðist og lést. Hann var lagður í gröf og á 3. degi reis hann upp og gekk út og sannaði þannig að hann var í sá sem hann sagðist vera, sonur Guðs, hinn sanni Messías sem kom til jarðar til að brjóta vald syndarinnar og vald dauðans. Kristnir menn á fyrstu öld lögðu líf sitt í hættu fyrir trú sína á hann. Allt snerist þetta tóma gröf, eins og Páll skrifaði. En ef Kristur er ekki upprisinn, þá er ónýt predikun vor, ónýt líka trú yðar. Ef þetta gerðist í alvöru, þá er Jesús okkur allt. Ef ekki, höfum við sóað, og ekki síst þeir, postularnir, sóað öllu lífi sínu til einskis. Er þetta satt? Reis Jesú virkilega upp frá dauðum? Sögulegar heimildir gefa góða ástæðu til að ætla að svo sé. Við höfum margar sjálfstæðar frásagnir sem staðfesta og styðja sannleiksgildi upprisunar. Þessar frásagnir eru trúverðugar. Heimildir tóma gröf eru enn eldri en elstu heimildir okkar persónur eins og Alexander Mikla, Júlíus Sesar eða Búdda. Og lærisveinarnir, sjónarvottar að upprisu Jesú, fara frá því að fela sig í ótta eftir dauða hans yfir í að boða upprisu hans af djörfung og verða fyrir útskúfun, ofsóknum og jafnvel í sumum tilfellum dauða fyrir vitnisburð sinn. Ábyrgasta niðurstaðan sú að upprisan hafi í raun átt sér stað. Ef þetta er satt, þá er skiljanlegt að við spyrjum okkur sjálf, hvers vegna skiptir þetta máli? Í raun er það óendanlega mikilvægt. Það segir okkur að Guð sem skapaði alla hluti metur hvert okkar svo mikið að hann yfirgaf dýrð himinsins til að sýna okkur dýpt kærleika Guðs og til að skapa leið fyrir okkur til að komast aftur í rétt samband við Guð, svo að við getum búið með honum að eilífu. Það þýðir að dauðinn er ekki endurinn. Það þýðir að Guð elskar þig, annast þig, þráir að vera með þér og stendur tilbúinn að taka á móti þér með opnum örmum ef þú leitar til hans í trú. Gröfin er tóm. En þegar við skoðum grafir merkustu manna mannkynssögunnar, þá sjáum við að grafir þeirra eru ekki tómar. Skoðum nokkra fræga grafriti. Hvar eru þessir frægur menn? Hvar eru þeir núna? Dauðir og grafnir. Og fyrir suma, þá er það í rauninni gott að þeir eru dánir og grafnir. Þetta er grafhýsi sem fannst ekki fyrir svo löngu síðan. Heródes hinn mikli, sá sem drap börnin í Betlehem. Þetta er hans gröf.
Það er einhvers konar haugur með virki ofan á og þar er hann grafinn. Þessi gröf hér, mjög fræg gröf, mjög frægs manns í heimsögunni. Einn áhrifamesti einstaklingur síðustu 1400 ár. Þetta er spámaður Íslams. Þar er Múhameð grafinn í grænu moskunni. Það er ekki tóm gröf. Hann hvílir þar enn. Hér er það Napóleon sem hvílir hér. Hann var hernaðarsnillingur sem ákvaða að sameina Evrópu en mistókst. Hann áttaði sig á því að með því að sameina Evrópu með valdi, þá var hann í raun að berjast gegn Guði sjálfum. Hann áttaði sig á því seint á ævinni að Guð hafði sagt í öðrum kafla Daníelsbókar að Evrópa myndi ekki sameinast á ný. Hér hvílir hann, gröfin hans er ekki tóm. Þessi maður hér, þetta er Karl Marx, hann er grafinn í London í litlu grafhýsi. Og þetta er Rauðatorgið og þú sér það því það er múrsteinar þarna, allir rauðir og lit. Það er hjarta Moskvu, það er veggir Kreml. Þar er Vladimir Lenin grafinn, stálmaðurinn, maður sem ber ábyrgð á dauða margra milljóna manna. Mikill maður í sögunni, gröfin hans er ekki tóm. Við hliðina er þessi maður grafinn, Jósef Stalin. Rússar grínast með það að Adolf Hitler var lítill einræðisherra á tímum Jósef Stalins. Og ef Hitler drap milljónir, þá drap Stalin 20 milljónir. Þannig var hann ógnvekjandi persóna sem stjórnaði gegnum algjöran ótta og lamaði rússneskt samfélag. En gröfin hans er ekki tóm. Svo kemur annars skrímsli úr mannkynssögunni. Ef Hitler drap milljónir og Stalin 20 milljónir, þá hefur þessi maður drepið fleiri en þeir báðir. Þarna er bjargvættur kommunismans, Mao Zedong. Þetta er hann og grafinn þar. Fólki flykkist til að sjá gröf þessara látnu manna. Hversu illir voru þessi menn? Stalin sagði að 1 dauðsfall var í harmleikur, en 1.000.000 dauðsfalla, það var nú aðeins tölfræði. Þessir menn neyða mann til að hugsa eðli siðferðisins. Og ef þú drepur 1, ertu morðingi, en ef þú drepur 10 milljónir, ertu einn af helstu persónum mannkynssögunnar. Það er eitthvað þversagnarkennt við hvernig við hyllum þá sem fóru undan okkur. Og svo er það grafhýsið í Jerúsalem. En nú eru nokkri staðir sem sagðir eru vera gröf Jesú. Það er einn innan veggja gamla Jerúsalem í dag á norðvesturhliðinni og rétt fyrir aftan það er einn klettaveggur að hann lítur grumsturlega út eins og höfuðkúpa. Golgata þýðir staður höfuðkúpunar. Og rétt við hliðina á þessum klettavegg er lítill garður. Margir trúa því að það sé gröf Jesú Krists. Það er iðulega hópar kristina að skoða sig um. Nú er eitt hér sem er öðruvísi en allar hinnar grafirnar sem ég hef sýnt þér hér. Og hvað er það? Gröfin er tóm. Lenin, þú getur séð Lenin lík hans sem er smurt í balsami, og Stalin og Karl Marx og Múhameð, Napóleon, þeir hafa allir rotnað í gröfum sínum, en gröf Jesú er tóm. Hann hefur risið upp og það eru góðar fréttir. Öll 4 guðspjöllin segja að Jesús hafi risið upp frá dauðum og skilið eftir sig tóma gröf. Það er það sem höfundarnir halda fram og það er kjarninn í kristninni. Apóstoli Páll segir að ef Kristur er ekki upprisinn, er trúiðar fánýt, þér eru þá enn í syndum yðar. Og það er enn satt í dag. Allt veltur á því, þar á meðal eilíft líf og samband okkar við Guði gegnum Jesú Krist. Matteus segir frá því að trúa leiðtogarnir í Jerúsalem dreifðu þeirri sögu að lærisveinarnir hefðu stólið líkamannum þegar rómversku varðmennirnir sofnuðu á vakt sinni. Að þeir hafi stólið líkamannum á meðan rómversku varðmennirnir sváfu. Skoðum það aðeins. Hvað segir þetta okkur hina tómu gröf? Það er raun staðfestir 3 atriði.
Í fyrsta lagi það að trúarleiðtogarnir í Jerúsalem vissu hvar gröfin var. Annars gátu þeir einfaldlega sagt að líkama Jesú hafi ekki einu sinni verið settur í gröf, heldur hent út fyrir borgina í ruslahauginn þar sem hann væri nú óþekkjanlegur. Í öðru lagi þá viðurkennir þessi saga að grafarinnar hafi verið vandlega gætt. Slík gæsla samanstóð af 4 hermönnum. Nú í þriðja lagi staðfestir sagan sem trúarleiðtogarnir dreifðu að gröfin var tóm á 3. degi. Annars hefði ekki verið þörf á að dreifa sögunni. Jesús hafði sagt að hann myndi rísa á 3. degi. Svo ef gröfin hefði orðið tóm einhvern tímann eftir það, hefði engin varmenn verið nauðsynlegir og spádómur Jesú hefði sannast vera falskur. Og það eitt atriði viðbót sem við getum skoðað. Hversu líklegt að rómversk varsla sem samastóð af 4 hermönnum, að þeir hafi allir sofnað nógu fast til að lærisveinendur getu hljóðlega rullað til hliðar mjög stórum steini og tiplað burt með líkið. Sem betur fer höfum við forna frásögn frá Pólýbíosi sem gefur okkur innsýn í aga rómverska hermanna og hvað gerðist ef þeir sofnuðu á vakt sinni. Hann segir frá því að refsingin fyrir rómverskan hermann sem sofnar á vakt var að vera barinn til bana með kylfum og steinum af öðrum hermönnum. Þetta gaf mikinn hvata til að sofna aldrei á vakt. Við getum því dregið það ályktun að þó það gæti verið mögulegt að allir 4 varðmennirnir hafi sofnað á vakt, að þá virðist það afar ólíklegt. Þar sem þeir hefðu líklega staðið frammi fyrir grimmilegri aftöku ef svo væri. Og þetta var ekki gæsla einhvers ómerkilegs manns. Jesús hafði verið leiddur til Pílatusar og hann hafði gríðarlegan hóp fylkinda. Þetta var mikilvæg staða þar sem þeir gætu orðið fyrir árás öfgahópa gyðinga á hverju stundu. Þetta gefur frásögninni enn meiri trúverðuleika. Þegar við tökum saman alla spádóma sem fengu uppfyllingu sína í Kristi, frásögn lærisveina sem voru fúsir til að horfast í augu við dauðan fyrir frásögn sína og síðan þessar staðreyndir hvernig Rómverjar sjálfir vöktuðu gröfina en gátu ekki haldið honum í gröf sinni. Allt þetta gefur frásögninni trúverðuleika. Gröfin tóm. Engillinn sagði við konurnar sem komu að gröf Jesú: Skelfist eigi, þér leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Hann ekki í gröfinni. Sjá, þarna staðurinn þar sem þau lögðu hann. En farið og segið lærisveinunum hans og Pétri, hann fer á undan yfir til Galileu. Þar munið þér sjá hann eins og hann sagði ykkur. Það eru 3 staðreyndir í þessum grundvallar boðskap. Svo fyrsta að Jesús upprisinn. Áhrifamesta persóna mannkynssögunnar. Þú finnur ekki lík hans í gröfinni því hann á lífi í dag. Stærsta heimsveldi mannkynssögunnar, Rómaveldið, gerði allt sem það gat til að halda honum í gröfinni, en þau gátu ekki stöðvað hann. Þegar hann kom fram á þessum upprisum morgni. Hann upprisinn. Mao liggur í gröf sinni, Múhameð liggur í gröf sinni, Lenin og Stalin eru í gröfum sínum, Karl Marx og Napoleon, Júlíus Sesar, allir þessir miklu menn mannkynssögunnar eru dánir og grafnir og þeir eru orðnir að ríki, en gröf Jesú tóm, hann lifir enn. Önnur grundvallar staðreynd að Jesús veitir fyrirgefningu öllum sem vilja fylgja honum. Hann býður öllum syndurum fyrirgefningu. Jesús sagði við konurnar: Farið og segið lærisveinunum, líka Pétri. Stuttu áður hafði Jesús sagt við Pétur: Pétur, ég veit að þú ert stoltur. Ég veit að þú ert fullur af sjálfum þér. Ég veit að þú heldur að þú sért algjör snillingur.
en áður en hani galar í kvöld, munt þú afneita mér 3 sinnum. En strax á eftir að hann segir þetta við Pétur, ef við skoðum þessa frásögn í Jóhannesarguðspjalli, þá segir Jesús, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Hann hugreistir þá, þó hann viti að þeir munu allir bregðast honum. Og síðan strax eftir upprisuna, þá fyrsta sem Jesús segir við þessa konur er að fara að segja lærisveinunum. Ég ætla að hitta þá aftur, líka Pétur. Ég veit hvað hann gerði, en ég hef ekki hafnað honum. Svo fyrsti boðskapur kristninnar er að Jesús er upprisinn og upprisa hans breytir heiminum. Í öðru lagi býður Jesús öllum syndurum fyrirgefningu. Það eru góðar fréttir. Þriðja atriðið er að hann býður lærisveinum sínum að deila gleðiboðskapnum. Það er það sem engillinn segir við tómu gröfina. Jesús er upprisinn. Jesús býður fyrirgefningu fyrir fylgjendur sína og öllum syndurum. Og hann felur lærisveinum sínum, þér og mér, að deila gleðiboðskapnum. Við erum hér í dag vegna þess að einhver miðlaði til okkar gleðiboðskapnum að Jesús er upprisinn. Þessi boðskapur á ekki að stoppa hjá okkur. Við berum ábyrgð á að vera vitni upprisu Jesú, tóma gröf. Það er það sem Guð hefur kallað okkur til. Og þess vegna veitir Guð okkur ríkulega blessinu sínum til að við getum borið boðskapinn áfram. Guð blessar okkur svo að við getum stutt fagnaðarerindið hvar sem það er predikað. Hann blessar okkur svo að fagnaðarerindið geti flætt í gegnum okkur og í kringum okkur og blessa þá sem við umgöngumst. Ef þú vilt þiggja blessun Guðs, þarftu opna hönd, en opin hönd er líka sú sem veitir öðrum. Hún tekur ekki bara við, heldur færir áfram. Ertu tilbúin til að bera vitni trú þína á upprisu frelsara? Ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Játaðu það í hjarta þínu og fyrir þeim sem þú umgengst, svo að fleiri öðlist hjálpræði fyrir það að gröfin er tóm. Hann er upprisinn. Amen.